Sæl og blessuð öll sömul og gleðilegt nýtt ár. Núna löngu tímabært fyrir mig að rífa mig úr fríi og fara að koma mér í gírinn eftir viðburðaríkt ár sem núna nýliðið. Hæst stendur upp úr vitaskuld það magnaða tækifæri sem ég fékk þegar ég leiddi lýðræðisflokkinn í nýafstöðnum alþingiskosningum í Norðvesturkjördæmi. Það var mörgum óvildamönnum mínum til mikillar gremju og ama. En reynslan sem ég öðlaðist í þessari vegferð okkar mun reynast mér afar dýrmæt og lærdómsrík. Ég kynntist mörgu góðu fólki, bæði innan flokksins og á ferðalagi mínu allt kjördæmið. Ég öðlaðist þekking á ýmsum sviðum sem ég ekki hafði áður. Sumt kveikti áhuga hjá mér og eitthvað sem ég hef hug á að vinna meira með á komandi misserum. Lýðræðisflokkurinn hafði góða og heiðarlega kosningabaráttu. Ég er stoltur af henni og ég vona að félagar mínir þar séu það líka. Við áttum á mjög brattan að sækja og við vorum ekki að keppa á jöfnum grundvelli. Ekki ríkistyrt og ekki með fjármagn rennandi úr öllum iðrum eins og hinir. Það verður samt að segjast að fjölmiðlarnir, stóru turnarnir, RÚV og Sýn miðlarnir Þeir tóku kosningabaráttuna í gíslingu og stjórnuðu því alfarið hvernig við sem vorum í framboði fengum að ræða. Þetta er ekki góð þróun. Kjördæmaþættir RÚV voru til dæmis gott dæmi hversu beisluð öll umræða var. Við fengum til dæmis ekki að kynna okkur og koma með framsögu. Þá var ég að meina að ræða málefnin sem myndi fá kjósendur til þess að kynnast manneskjunni sem var í framboði. Ég ætla nú samt ekkert að fara að elda eitthvað grátt silfu við fjölmiðlana í löngumáli hérna, en ég veit betur núna hvernig fjölmiðlarnir starfa og fyrir hverja. Það er hverjum og einum hollt að fara að taka neyslu sína á meginstraumsfjölmiðlum til athugunar og velta vöngum yfir hversu áreiðanlegir þeir eiginlega eru. Þeir sem þekkja mig best og þá sérstaklega persónulega Þeir sáu mjög ljóta atburðarás fara á stað í blálokin á kosningabaráttunni. Það er eiginlega merkilegt að hugsa tilbaka að aðeins deginum áður það barsta í tal til mín og annarra í millum hversu málefnaleg baráttan hefði í raun verið og ekkert einhverja ógeðslega leðjuslagi frambjóðanda á milli. Ég var nú reyndar búinn að búa mig undir einhverja skítadreifingar en á þessum tímapunkti þá hafði ég raun að vera afskrifað að slíkt myndi eiga sér stað fyrst að það var ekki farið í gang. En ríkisrekna áróðursmaskinan í efsta leyti setti af stað atburðarás sem mun draga eitthvað dilk á eftir sig núna og atburðarás sem núna kannski komin í einhverja ró en hún hvergi nærri lokið. Í blálokin þá raungerðust þær efasemdir mínir ágæti fjölmiðla heiðarleika þeirra hlutlægni. Eftir kosningana var mér þá ljóst að núna þyrfti ég að taka mig smá hvíld og hugsa eigin andlega líðan og hvílast, en samt taka til varna. Íslensku fjölmiðlarnir hafa valið að tala mikið mig en ekki við mig. Hins vegar fór atburðarásin sem við erum að tala hérna á flug og náði heims athygli. En núna nýtt ár gengið í garð. Núna ætla ég að vera virkari og fjalla hin og þessi samfélagsmál sem eru mér og öðrum hjartfólkin, en út frá heiðarlegum forsendum og með sannleikann að vopni. Í þessum fyrsta þætti mínum, sem sjálfstætt starfandi hlaðvarpsframleiðanda, þá ætla ég að fara í gegnum þá atburðarás sem Bergsteinn Sigurðsson og Ríkisútvarpið setti af stað í þættinum Forystusætið, þar sem Arnar Þór Jónsson formaður lýðræðisflokksins var til svara. Tölum þjóna og þá sem þið veljið til þjónustu. Oddviti flokksins í Norðvesturkjördæmi, Eldur Smári Kristinsson, hann er formaður samtakana 22, samtaka sem hafa verið sökuð að ala á andúð í garð transfólks. Hann hefur verið fjarlægður af lögreglu grunnskóla fyrir að mæta þar í leyfisleysi og mynda starfsfólk og börn. Hann hefur sakað þau sem berjast fyrir réttindum transfólks barnaníð, þar á meðal nafngreinda íslenska baráttukonu. Hann hefur líka þrástagast á að hún sé karl og farið mjög klúrum og ruddalegum orðum kynfæri hennar á opinberum vettvangi.
Endurspeglar þetta gildi lýðræðisflokksins í þessum málaflokki? Já, hér. Maður veit eiginlega ekki hvar maður á að byrja, sko. Þetta eru náttúrulega engar smá fullyrðingar sem Bergsteinn Sigurðsson fór hérna með. Það er vissulega rétt hjá Bergsteini að við í Samtökunum 22 höfum verið sökuð að ala á andúð í garð transfólks frá jafnvel áður en við fórum að tjá okkur. Leið og við vorum stofnuð þá fór allt á hliðina hjá háværustu hinsegin öfgasinnunum. En eins og allir vita, þá er allt undir bláum himni í dag transfóbískt. Sannleikurinn er transfóbískur og raunveruleikinn er transfóbískur, en nú það. Bergsteinn kemur með alvarlega og mannorðsmeiðandi fullyrðingu hérna líka. Hann segir að ég hafi verið fjarlægður af lögreglu fyrir að mæta í leyfisleysi í grunnskóla og mynda börn og starfsfólk. Mynda börn og starfsfólk? Börn? Ég meina, hvaða hugrenningatengsl er hann að reyna að skapa hérna með því að segja að ég hafi átt að vera hirtur af lögreglunni fyrir að mynda börn í leyfisleysi? Þetta er náttúrulega algjörlega út úr kortinu og rangt og Bergsteinn hefur fengið eitthvað illa ígrundað minnisblað, eflaust frá herbúðum Pírata, allegedly, sem hann bætir í svo að ég hafi sakað Uglu Stefaníu, oddvita Pírata, barnaníð og farið klúrum og ruddalegum orðum kynfærans. Þetta á náttúrulega ekki við nein rök að styðjast og þessi árás RÚV er sérstaklega alvarleg þar sem þetta gerist 3 dögum fyrir kjördag að kvöldi 27. nóvember síðastliðinn og þetta á ekki við nein rök að styðjast. En þetta settast að merkilega atburðarás í kjölfarið. Hann Arnar Þór og formaður og Sveinn Hjörtur, kosningastjóri lýðræðisflokksins, sendu RÚV erindi og kröfðist þess að ég fengi rétt til þess að svara og að þetta yrði leiðrétt. Við buðum RÚV að ég gæti mætt næsta kvöld í Kastljós eða í fréttatíma RÚV þar sem réttur til svars eða andmæla á að gerast á sama vettvangi og ummælin voru höfðu mig. Og það var á prime time sjónvarpstíma og því augljóst að þetta náði eyrum og augum stóra hluta þjóðarinnar. Ég hafði strax samband við lögregluna morgunin eftir þann 27. nóvember til þess að fá afhenta málaskrá og gagnagrunn lögreglunar varðandi persónu mína. Ég taldi náttúrulega hann að vera auða þar sem ég hef aldrei komið til kasta lögreglu. Ég hef aldrei verið handtekinn og lögregla hefur aldrei þurft að fjarlægja mig neinstaðar eða þessartar. Ég hef til dæmis ekki verið hirtur á lögreglunni á Klósti á skemmtistað eins og sumir fyrrverandi þingmenn sem nú sækjast eftir dómaraembætti. En það gekk ekkert svo greiðlega fyrir mig að fá málaskrána afhenta í fyrstu þó hún ætti að vera auð. Þetta var mjög merkilegt allt saman. Starfsfólki og ríkislögreglustjóri var allt mjög undarlegt í framkomu sinni við mig en ég skil það reyndar núna því ég lítum öxl. Mér var tjáð að það gæti tekið alltaf 30 daga að fá afhenta málaskrána en kosningastjórinn ræddi svo við embættið og skýrði út fyrir þeim mikilvægi þess að þetta yrði leiðrétt fyrir kosningar. Hefði Ríkisútvarpið unnið vinnuna sína eins og það á að gera, þá hefði þetta aldrei gerst. En ég er algjörlega sannfærður það að þarna var viljandi farið rangt með til þess að ná höggi á Arnar og framboð mitt. Arnar, hann svarar hins vegar Bergsteini afar vel og eins vel og hann gat í raun að veru í þessum aðstæðum. Skoðum framhaldið. Ég þekki ekki þessi ummæli sem þú ert að vitna til, en má heyra aftur, endurspeglar þetta? Gildi lýðræðisflokksins í þessum málaflokki? Nei, sko, ég vil segja þetta. Eldur Smári hefur í raun og veru verið málsvari þess að fullorðið fólk verji börn og verji þau frá því að taka afdrifaríkar ákvarðanir sem kunna að skaða þau til frambúðar. Það er grundvallar viðmið í siðmenntuðu samfélagi að foreldrar og fullorðið fólk hafi vit fyrir börnum meðan það þarf að hafa vit fyrir þeim. Hér erum við að tala um það að eldur hefur verið á móti því að ungir einstaklingar séu settir á kynhormóna bælandi lyf. Já, hormónablokkara sem er afturkræf aðgerð að mati kirtlalækna.
Ok, fínt, það bara allt í Ég ætla nú að fá að grípa hérna fram í, sko. Um, hérna fyrir Bergsteinn nefnilega með fullyrðingu sem hann eflaust hefur enga heimild fyrir. Ef hann með heimild til þess að bakka þetta upp, það sem hann var að segja hér að meðferðirna séu afturkræfar, þá hefur hann hérna fritt spila að hafa samband við mig og jafnvel komið viðtal á annað. Því að ég virði svona andmælaréttinn og þessar. Mér langar líka að fá að vita hvaða innkirtlalækna hann að vísa í. Því að það væri mjög fróðlegt að fá að vita það. En þetta hefur samt þessi lyf, það hefur verið umræðið það í Bretlandi, þetta hefur valdið því að marg börn hafa oft á tíðum orðið fyrir samt sem áður skaða, það er að segja að líffæri hafa ekki þroskast, þau hafa ekki getað hreyft sig jafnvel eða hafa verið rúmliggjandi út af þessu. Síðan það sko varðandi skurðaðgerðirnar sem að við þurfum bara í taka alvarlega siðferðilega umræðu Það ekki gera skurðaðgerðir börnum hérna? Nei, gott, en þetta umræða sem að við þurfum að geta rætt og tekið fram í dagsljós. Já, sko Bergsteinn segir hér að það er ekki gerðanina skurðaðgerðir á börn til lögaldri hér á landi. Það er alveg rétt. Hins vegar þá fá stúlkur krosshormóna, sem sagt testósterón, 16 ára gamlar sem hafa í för með sér gríðarlegar líkamlegar breytingar sem eru óafturkræfar. Líkamlegar breytingar eru ekki aðeins gerðar með lýtaaðgerðum. Höfum það hugfast. Hins vegar þá vitum við ekki hvernig ástandið í skurðaðgerðunum væri, eða hvernig ástandið væri á Íslandi, ef það væri ekki einmitt fyrir mótstöðu samtakanna 22 við transferli barna og vegna þess eftirlits og gagnrýni sem við höfum verið að sinna. Alþjóðlegu skottulækningasamtökin sem transaktivistar eru með sem kallast WPATH, þau féllu frá öllum aldursviðmiðum sínum í þessu sambandi í síðustu leiðbeiningum sínum sem sagt Standard of Care Volume 8 sem samtökin 22, LGB Alliance, Genspect, Society for Evidence-Based Gender Medicine, Thoughtful Therapists og fleiri hafa gagnrýnt mjög harðlega. En klárum að hlýða á Arnar. En þú velur mann til forystu sem hefur haft mjög hatramma umræðu til... Ég myndi ekki segja, hann hefur haft frammi kannski hvassa umræðu, en Eldur einfallega í mínum huga maður sem hefur þorað að andmæla þeirri trúarbylgju sem riðið hefur yfir hinn vestræna heim. Vegna þess að hann þeirra skoðunar að það séu bara til 2 kyn. Og ég reyndar þeirra skoðunar líka og ég tel að kallar geti ekki breytt sér í konur bara með því að setja sig varalinn. Já, myndirðu breyta lögum kynrænt sjálfræði ef þú kemist í stöðu til þess? Ég legg ekki aðal áherslu á það. Það hefði ég sagt já. Ég tel að hver og einn maður, og takk fyrir þessi spurningu, það gott að þetta fá að koma það. Hver og einn fullorðinn maður, og þá ég að sjálfsögðu við konur líka, mega eiga sitt frelsi og taka sínar ákvarðanir. Og ég held að hvorki ég tala fyrir sjálfa mig þegar ég segi, og ég vissum að ég tala fyrir Eld líka, að hvorugur okkar gerir neinar athugasemdir við það að fullorðið fólk taki ákvarðanir eins og við erum að tala hér með sem sagt kynhormóna bælingalyf og jafnvel að taka önnur lyf eða skurðaðgerðir. Það er bara sjálfsagt og bara öllum frjálst í frjálsu samfélagi, en línan dregin hér við börn. Tíminn búinn, en hann stóðst þessa atlögu með miklum sóma og þetta var mjög neðalbeltis. Hefði RÚV unnið vinnuna sína eins og lög og siðareglur kveða á þá hefði RÚV til dæmis fundið þetta viðtal við mig varðar heimsókn samtakanna 22 upp í Langhólsskóla í byrjun september 2023. Þetta eflaust atvik sem Bergsteinn var
að reyna að fara með en Þór heldur betur illa með. Kíkjum aðeins á það. Já, góðir ásar, við ætlum að fara út með ruslið og að þessu sinni hef ég fengið til minn gest til þess að aðstofa okkur við það. Hann mættur hérna Eldur Stefil, formaður samtakana 22, eitt mest hataðasti maður Íslands þessa mundir. Þú ert svona í góðri, grimri samkeppni við Hannes Hólmstein þann titil. Já, ég ætla nú samt að taka fram úr Hannesi. Ég get ekki að láta Hannes fara að vinna þennan slag, sko. Nei, herru, en hérna, sko, ég tók hann eftir á Facebook síðunniðin í gær, eða fyrir dag, að þú hefði farið í smá vettvangsferð í Langholtsskóla sem barnaskóli hérna í Reykjavík. Já. Segðu okkur aðeins bara frá þessu, af hverju fórstu þarna og hvað gerist? Ég fekk ábendingu frá móður nemenda í Langholtsskóla að í skólanum væri plakkat þar sem væri svona misjafnar staðreyndir eða misjafnar svona upplýsingar til barna, miðla til barna í formi eða líta út eins og staðreyndir og meðal annars þá kom þar fram að undir kynhneigð fólks rúmi svokölluð BDSM hneigð sem náttúrulega ekki hneigð, þetta blæti. Já. Það byrju fyrir áhörundur heim í stofu, hver munurinn á hneigð og blæti? Bara fyrir það sem pæla ekkert í þessu? Blæti náttúrulega, ef maður fer út í bara grunninn, parafílias, sem þá bara kynferðisleg hegðun, misjöfn, sko, til dæmis parafília getur verið pedofília, það getur verið BDSM og það alls konar fetishes og autogynofília líka, hvern sjálfsímyndunarblæti og þess aftar. Eins og þeir sem hafa auðruna því að stunda sjálfsfróun í einhverjum svona gummibúning, sko. Já, það blæti. Það bara blæti, það ekki kynhneigð. Nei, það ekki kynhneigð, það kynhegðun. Já, kynhneigð þú veist, þú hneigist að öðru kyni eða sama kyni. Kynhneigð einmitt þetta, að þú laðast að einhverjum vegna kyns viðkomandi. En það verið að reyna að kenna núna að BDSM sé hneigð, að það sé... Já, það allavega sett þarna fram í þessu plakati að BDSM sé hneigð og ég tel það mjög vafasamt að það sé gert á þannan hátt vegna þess að þarna útskýrt að þetta fólk sem vill eiga ákveðin valdaskipti með samþykkt hins aðilans, ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta orðað. En sko fyrir fróðulegsfúst barn þá ég bara tek sjálfa missi dæmi, ég meina BDSM og valdaskipti, býtu hvað þýðir þetta? Fer maður á Google og setur inn BDSM bara í leit. Já, byrjum á að fara á Facebook síðan hans Elds, sjáum plakkatið sem umræðir sem var niður í Langholtsskóla, þarna skrifaður status þetta, skrólaði niður á myndirnar, það eru þetta plakkatið sem sagt. Og getur að summa það eins upp. Það hvað kynhneigð, þarna sjáum við neðst BDSM hneigð. Já, þarna stendur að laðast af fólki sem deilir löngunum samþykk og meðvituð valdaskipti. En byrju þeir sem stunda BDSM, þeir ekkert endilega, þeir laðast ekkert, þegar þú fer á barinn, þá getur ekkert séð hvort einhver manneskja sé BDSM eða ekki. Þú heillast bara ekki að manneskju af því að hún klæði sig upp í gúmmígalla helgar og bringa áttu gimp þarna í fíling. Ok, og það búið að setja þetta okkar plakkat í barnaskóla. Það búið að setja þetta á plakkat í barnaskóla og náttúrulega sem og börn sem lesa þetta, náttúrulega það vakna kannski spurningar upp hjá þeim enda virðist þessi hinsegin aktivismi vera alls ráðandi í skólanum, þarna í Langholtsskóla þegar komað í gerð þá voru regnbogafánar út allt og starfsfólki með regnboga hálsólar og þar fram eftir og svo sem ekkert að því per se. Nei, en þetta greinilega tekur upp ákveði rými í skólanum, þannig að þessi plakkut náttúrulega þau eru þá að öllum líkindum við lesin af börnum. Ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta myndi þýða þegar ég var í barnaskóla, ef allt væri í einhverju svona hinsegin dæmi, sko, því að það enn og einu sem þannig að þeir sem eru hinsegin eru það ekki bara hvað það aftur? 0,8%? Ég bara ég þori ekki að fara með það, sko. Þetta lítill minnihluti, meirihluti fólks gagnkynhneigt vonandi og annars getum við ekki haldið að þróast en eins og þú lýsir þessu þá skólinn bara einhvern veginn, eins og sé bara allir eru
hinsegin? Já, ég fekk svona tilfinninguna í langkálskóla í gæri með að sjá öll þessi plaggöt og þetta, að ég fekk svona smá tilfinningar því ég var komin aftur í kaþólskan barnaskóla í staðin fyrir krossin og Maríu meilíkneskinn, þá voru komin hérna regnbogafánar og alls konar svona hinsegin tákn út alla trissur. Þannig að það sé bara eins og þetta sé orðið eitthvað trúarlegt kost. Þetta er farið að líkast alls mikið eins og að sé ykkur svona síða skipti í gangi þegar þetta varðar, og já, þetta er farið að vera daldið trúarlegt eða vera með trúarlegu ívafi. Og BDSM, skefum okkur það að það séu til 9, 10, 12 ára krakkar sem að eru með BDSM blæti, minnst þetta mjög ósennilegt samt. En ok, þau sjá þetta plakkat þarna, þau fara á Google kannski, kíkja, skrifa BDSM, hvað kemur upp þá? Við skulum sjá það. Hvað gerist ef við sjáum BDSM inn á Google, bara einfalda leit. Þá er það þetta sem kemur upp. Þá er þetta sem kemur upp. Og hvað fyrir að börna, hvað er ekki hvað er að frétta? Og þetta er það eina sem þú þarf bara að skrifa BDSM og fara í images og þá ertu komin bara inn á hardcore klám vefsvæði á netinu. Við erum að tala og þetta eru börn niður í 6 ára aldur sem hafa aðganga þessum plaggötum. En BDSM hefur alltaf hingað til, allavega í mínum huga, verið svona eitthvað sem að fullorðið fólk leyfir sér að gera á bakvið luktardyr, eða þú veist, við getum farið á einhverja kynlífsklúbba í Berlín og látið berja þig þar með svipu og hengjaði upp á einhverja gorma. En hvað kemur þetta börnum? Já, það er nefnilega máli. Ég meina, ég fann að velta fyrir mig hvort þessu fólki finnist benskan bara einfaldlega að vera of löng. Ég meina, benskan er stutt og mér finnst bara miður að börn fá ekki að njóta hennar. Því að hún er alveg nógu stutt fyrir að fara að setja börn í þessi ég meina, ég er ekki að segja að börn geti ekki fundið klám á netinu, en það er óþarf að hjálpa þeim með það. Já, og líka einhvern veginn að íta undir að börn fá einhverja hugmyndir að þau séu kannski BDSM. Það er algjör óþæri. Þetta er bara eitthvað sem á fullorðinsaldri kemur ljós hvort að þú hafir áhuga á svona kynlífi eða ekki. Já, ég hef alveg séð BDSM fólk vera að verja þetta sem kynhneigð, og það máli gera það alveg þannig að það verður blátt í framann, en það breytir ekki þeirri staðreynd að BDSM er ekki meðfætt kynhneigð. Ég meina, hver er þetta laðast að? Er þetta laðast að leðurólum? Ég meina, hvað er málið? Þú veist, og þetta er kynferðislegt blæti og þetta snýst náttúrulega völd og sársauka og þess aftar, og þetta er bara ekkert fyrir hæfi barna. En hvaðan koma þessi plaggut? Hver er ábyrgðar? Ástæðan fyrir ég fór einmitt upp í skólan, það var út af því að myndir sem ég fékk, hún var óskýr og það vantaði á myndina hver gefur út plaggatið og þess aftar, og útgefandi og ábyrgðarmaður og þess aftar. Það er reyndar ekkert alveg spesifíkt sagt hver er ábyrgðarmaður og hver teiknaði teikningar eða neitt þess aftar, en logo Reykjavíkurborgar og samtakana 78 er á plaggatinu. Bæði Reykjavíkurborgar og samtakana. Bæði Reykjavíkurborgar og samtakana, þannig að þetta er í samvinnu þessa tveggja lögaðila. En væri þá ekki sjálfsagt að Reykjavíkurborg eða samtökin 78 fengjast til þess að útskýra fyrir okkur hvað þau eiga við með því að BDSM sé allt í orðin hneigð en ekki blæti? Jú, það væri mjög fínt að fá það útskýrt, og einnig það er líka ýmislegt í þessu plaggati sem við fyrstu sín virðist vera voðalega saklaust, sem þetta er raun og veru bara staðhæfingar sem koma úr ákveðnum kenningum hinseginfræðarinnar sem eru þarna matreitar ofan í lesandan sem staðreyndir. Getur þú komið með dæmi? Það er til dæmis að samkynhneigður eða samkynhneigð er að laðast að fólki af sama kyni, en á ensku útgáfunni er orðið gender notað og ekki sex, þannig að það er raun og verið samkynhneigð raun og verið þurrkuð út. Hvað er þetta, séru? Það er í fólk sem laðast að fólki af sama kynni, homar eða lesbjur. Það vantar þarna inn við hliðina er ensk útgáfa, hún er ekki þarna í þessum posti, en það er orðið gender notað í staðan fyrir sex í kyni.
og svo þetta sískynja, þú veist, sem enginn kærir sig að vera kallaðar sís hefur aldrei verið notað yfir kyn. Nei, það líka bara niður, það notað sem nýðirði í dag yfir fólk sem venjulegt. Sís einungis notað í lífeðlisfræði sem sagt með frumur og efnafræði og svo sís notað í landafræði. Þú ert til dæmis með transjordan og sísjordan allt eftir því hvorum megin við Jordan á þú ert. Já. Þannig að hugtökin trans og cis eru nothæf í landafræði og lífeðlisfræði, ekki þegar kemur af kyni spendýra. Áhugaverð. Svo kemur líka þarna fram sem sagt að það hægt að fá hormóna ef þú upplifir og sért fæddur í röngu kyni. Þetta líka staðhæfingi sem á ekki við staðreyndir. Þetta á plakatinu? Þetta á plakatinu, já. Ef þú ferð þarna karl í saman við ríkjandi hugmyndur hvernig karlar eiga að vera, kynleiðrétting, læknisfræðilegt ferli sem sumt transfólk fer í, til dæmis aðgerðir, takin hormón og svo framvegis. Já, en þetta náttúrulega alveg rétt sem kemur fram á kynleiðrétting læknisfræðilegt ferli sem sumt transfólk fer í, til dæmis aðgerðir, takin, ekkert rangt þarna það? Eða hvað, ég að miskilja eitthvað? Ég meina, þú getur ekki leiðrétt kyn því þú getur ekki skipt það. Já, þú meina bara orðið kynleiðrétting í staðin fyrir að segja bara kynskipti aðgerð. Já, sem náttúrulega bara líta aðgerð, útlitsaðgerð. Já. En þetta náttúrulega svolítið svona, það deilt þetta. Sko, við auðvitað, vitum við að maður sem upplifir sig sem konu og fer í læknisfræðilegar aðgerðir til þess að ýta undir það hjá sér, að hann náttúrulega ekki kona per se en af kurteisi þá sjálfsagt að viðkomandi fá að breyta nafninu sinni í kvenmannsnafn og hún sé kölluð og allt þetta en það ágreiningurinn þarna einmitt sko, þetta kemur fólk og segir hann víst kona og ef þú ætlar að segja eitthvað annað þá ertu með hatursorðræðu og hann eða hún á að fá þá full réttindi til þess að fara inn í kvennarými eins og íþróttir eða búningsklefa og svo framvegis. Og þarna þessi núningur sem við verum að sjá sko, verða til núna og fólk að kalla bakslag. Af því að bara eðlilegt fólk hugsar, ekkert mál, fullkomlega eðlilegt að sýna þér kurteisi og kalla þig það sem þú upplifa þig, en við förum ekki að breyta líffræðinni. Nei. Við förum ekki að breyta réttindum kvenna og svo framvegis. Nei, og sko, svo það náttúrulega líka ef þú tekur inn í reikningin til dæmis þessi lög sem voru samþykkt árið 2019 kynrana sjálfræðið og eins og kemur fram í plakatinu sumt transfólk fer í ákveði ferli til þess að leiðrétta kyn sitt, etc. Þú þarft þess ekki lengur í þetta. Það nóg fyrir bara skilgreina þig sem konu og þá ertu orðin kona samkvæmt lögum og getur þannig farið inn í rými ætluðum konum. Já. Þannig að varnaglarnir eru farnir og það það sem fólk hefur verið að það eiginlega þar sem núningurinn ágerist hvað mest. En þú og þínir líkar sem að svona setja spurningamerki við þetta og andmælið nú sagðir hættulegir og við sáum einhverja pósta þarna sem birtir þar sem voru einhverju hinsegin spjalli þar sem við erum að tala þú sett maður sem að þarf að stöðva það verður að stöðva hennar mann strax. Það verður að stöðva hennar mann strax. Þetta sama hvað það þýðir. Þetta magnað alveg hreint. Og en þau eru þá með þá hugmynd að þú viljir útrýma þessu fólki. Að þú viljir bara taka upp Jósef Mengele einhverja stefnu og setja þetta lið allt í einhverja gasklefa. Það eiginlega hægt að snúa þessu við. Mér sýnist svona tilraunastarf sem Mengele vera einmitt þeirra megin en nei, ég meina ég ekki að smala þessu fólki saman til þess að ítið með einhverja gasklefa sko. En þau láta eins og þú sért á þeirri vegferð og sért þess að bara hættulegur. Já, og meira þess að kjörnir fulltrúar eru farnir að tala svona inn á þessu hinsegin spjalli sko, að fólk viljir hreinlega bara útrýma transfólki og þess að það sko. En þetta sýnir bara svona ákveðin anga þessa kultisma sem að eiga sér staðarna, að þú býrð til hennan ótta eitthvað sem fyrir utan, að það vilja allir gera það eitthvað illt sem eru ekki inn í þessum hring hjá þér.
En hvað gerðist þarna þegar þú fórst niður í Langholtsskóla? Þú fer þarna og tekur myndir af þessum plakkutum og það endaði ekki góðu. Herðu, við fórum þarna eftir að skólastarfi lauk í gær og við fórum þarna 3 saman og það bara var mjög vingjartlegt viðmót sem við fengum. Við töluðum þarna fyrst við 2 starfskonur á göngunum við skólan og spurðum út í þessi plaggat og þau vissu náttúrulega ekkert þetta tiltekna plaggat en náttúrulega bent okkur á öll hinn sem voru þarna. Já, eru mörg mismunandi plaggat. Já, það var eins og ég sagði, sko, það náttúrulega regnbogafánarnir þarna á hverju einustu skólastofu að innanverðu með einhverjum hinsegin slagorðum og eitthvað og svo náttúrulega þetta með regnbogaböndin og allt þetta frameftir. En svo kom maður, mjög viðkunnarlegur, geitarinn minn fór alveg í gang, hann var greinilega að spila í sama lið og ég. Já, geitarinn, þú áttaði á að hann samkynhneigður. Já, okay. Og hann var bara mjög viðkunnarlegur og fór með mig á smá gang og ætlaði að sýna mér hvað þetta plaggat væri og svo bara allt í einu rennur á hann 2 grímur og hann bara, ert þú eldur? Og ég bara svara því játandi og þá byrja bara maðurinn sko að nötra og skjálfa og bara hálf kjökra bara, ég get ekki verið í sama hús og þú í sama rými og þú örgast að það síður svo mikið á mér þú veist og ég alveg vissum hann að nota orðið rými en ekki hús hann sagði það bara get ekki verið í sama hús og þú það bara, þú veist, ég bara síður svo mikið á mér og hann fer í svakalegt tilfinningslegt uppnám og er bara mjög óttasleginn. Þetta er fyrsta skipti. Þú bara sást það raunverulega ótta af honum. Mjög mikil ótta og ég upplifði þetta þannig sko að ég hef aldrei upplifað að maður væri svona hræddur við að vera nálægt mér. Og Þú ert ekki vanur því? Nei, og ég hugsa með mér get ég gert tvennt og það er að nota þetta vald sem maðurinn færði mér og gera kannski aðstæðurna verri eða bara halda mínu strikki og tóna niður og bara þú veist. Og hvað valdur þú? Ég valdi síðara ég er sjentilmenni Er hægt að fá umræðu þessi plaggut sem í barnaskólum einhvers staðar? Það virðist ekki vera nein slík umræða í boði og ég hef nú lent í því áður og bara síðast í maí þá voru svona plaggat á Reyki og ég reyndi að fá samtökin 78 í tal, Reykjavíkurborg líka, þau bentu bara hvort og annað og enginn vildi kannast við eitt eða neitt þannig að ég svona þurfti að mæta sem þriðji aðili á fund málfrelsis við samtökin 78 sem fór fram á Kringlunni og svona hálfpartinn ambusha forsprakka samtakana 78 á þannig hátt sem í raun og verið mjög óþægilegt en það var heldur ekki neitt svör að fá þá en núna eru hins vegar logoinn komin þarna fram og þetta á vegum samtakana 78 og Reykjavíkurborgar og ég hef engar upplýsingar í höndunum og menntamálastofnun í morgun benti bara á borgina og á samtökin 78 því að það í valdi skólastofnunina líka og borgarinnar hvaða efni fer þarna inn en menntamálastofnun sór af sér allt slíkt efni tengist BDSM. Þannig að hvenær gerði hún það? Í morgun. En það sem að samtökin 78 bera þá ábyrgðin á því ef það ekki Alfari Reykjavíkurborg og samtökin 78 En það þarf að fá þetta hreint sko undir hvaða kringumstæðum eða undir hvaða formerkjum og forsendum Reykjavíkurborg og samtökin 78 telja rétt að bera það á borð fyrir börn að BDSM sé kynhneigð Já, einmitt. Það kannski næsta mál á dagskrá að reyna að fá þau svör. Einmitt. Það var Eldur, þú ert snillingur, mest hataðist snillingur landsins og Happy to oblige. Já, ég bara ánægður að fá þig hér í spjall til þess að segja okkur allt þetta mál. Stikla úr Harmageddon sem hefur verið opin, semst ekki bak við greiðslumúr á broadcast.is. Hún var sem sagt öllum opin og hefði Ríkisútvarpið sem sagt unnið vinnuna sína þá hefði Bergsteinn haft greitt aðgengi að þessu en kíkjum aðeins og í lögum fjölmiðla í annarri
málsgrein 3. grein lagana þá stendur að ríkissjónvarpið eigi að vera til fyrirmyndar gæði og fagleg vinnubrögð. Sem sagt númer 1, að vera til fyrirmyndar gæði og fagleg vinnubrögð og ábyrgjast að sanngirni og hlutlægni sé gætt í frásögn, túlkun og dagskrárgerð og að leita sér upplýsingar frá báðum eða öllum aðilum og sjónarmið þeirra sem kynnt sem jafnast. Sannreyna að heimildir séu réttar og að sanngirni séu gætt í framsetningu og efnistökum. Virða friðhelgi einkalífsins í fréttum og dagskrárefni nema lýðræðishlutverk Ríkisútvarpsins og upplýsingaréttur almennings krefjist annars. Vera óháð stjórnmálalegum og hugmyndafræðilegum og efnahagslegum hagsmunum í efnismeðferð og ritstjórnarákvörðunum og stunda vandað og gagnrýna fréttamennsku og rýna meðal annars störf yfirvalda, félaga og fyrirtækja sem hafa áhrif á hag almennings. Tilvitnuð ummæli Bergsteins Sigurðssonar eru röng og ærumeiðandi og standast ekki kröfur laga né siðareglna. Með ósunnum ummælum sínum réðist fréttamaðurinn að persónu minni að ósekju. Á þessum stóra vettvangi er fréttamaðurinn í raun að hafa afskipti af kosningum á vettvangi RÚV. Slík afskipti varða við lög. Ég get upplýst áhorfendur að þetta mál er komið í viðeigandi ferli. Eins og ég kom inn á áðan þá hrundi þetta stönd Ríkisútvarpsins af stað atburðarás sem ég nú ekki sé í endan fyrir. Í hádeginu þann 28. nóvember hefur lögreglan á Suðurnesjum samband við mig og tjáir mér að þau séu að rannsaka kæru á hendur mér frá samtökunum 78. Nú ég lít öxl, þá skil ég betur hvers vegna viðmót ríkislögreglustjóra var svo furðulegt þegar ég bað auða málaskrá mína úr gagnagrunn lögreglunar morguninn áður. Þau hafa eflaust séð að það var að finna þessa kæru sem ég hafði ekki hugmynd Lögreglan á Suðurnesjum tjáði mér að ég hafi verið kærður fyrir nokkur ummæli og bað mig að mæta í skýrslutöku klukkan 13 næsta dag, sem var föstudagurinn 29. nóvember. Sem sagt, daginn fyrir kjördag. Sjáum hvernig það fór. Takk fyrir það. Má bjóða okkur inn? Já, það er bara örtröð. Sjáum Freddi. Já, hvernig fór þetta? Herðu, Þú ætlar að segja okkur frá því aðeins? já, þetta er alveg með ólíkindum. Þeir voru mjög kurteisir lögreglumennirnir og... Já, þeir voru mjög kurteisir og ég held að þeim hafi í raun og veru þótt þetta dálítið erfitt en það kurteist mér bara í vinsemd, sko. Já, ég heyrði það einmitt. Það hefur farið fyrir brjóstið á einhverjum eða greinilega samtökunum 78 því að þau hafa eytt fjármunum skattgreiðenda í að borga lögfræðistofu á Selfossi til þess að búa til 2 kærur, ekki aðeins eina heldur 2. Þar sem ég gagnrýni brjóstakjöf karla til barna og set spurningar að það Útskýrðu það aðeins fyrir ekki tekar á því, útskýrðu það aðeins fyrir okkur bara í stuttu máli. Það sem hefur verið að gerast er að karlar sem skilgreina sig sem konur hafa verið að nota lyf sem heitir domperidon sem örvar sem sagt hormónastarfsemi í líkamanum og getur búið til svona það sem líkist eða lítur út eins og brjóstamjólk en er það náttúrulega ekki og eru sem sagt að gera þetta til þess að gefa börnum brjóst og þá set ég bara mína spurningar sko hvort að það sé hagur hvítvoðungsins eða hvort það sé fyrir barnið að þeir gera þetta eða hvort það sé til þess að sinna einhverjum öðrum hvötum hjá sjálfum sér og mér finnst þetta bara réttmætar spurningar og réttmætt gagnrýni því að við vitum náttúrulega það að karlar geta ekki borið né alið börn.
Segðu mér, það sem sagt, þessi ákæra liður út frá þessari, því sem þú segir? Meðal annars. Já, meðal annars, og það eru þarna nokkur önnur skjáskot sem voru þarna tekin. Sum þeirra ekki einu sinni á íslensku, þar sem ég gagnrýni hvernig eða fána hinsegin fólks hefur verið flaggað eins og hefur þekkst áður í mannkynssögunni á Regent Street í London. En hvernig eitthvað framhald á þessu? Hvað næsta skref? Nú bara veit ég ekki neitt. Ég las bara upp yfirlýsingu, ég svaraði ekki spurningum lögreglu og neitaði að tjá mig málið og eins og ég sagði, já, las bara upp yfirlýsingu og þá bara sjáum við í hvaða ferli málið fer. Herðu, við bara höldum áfram. Kæra þakkir. Í næsta þætti fer ég nánar út í þessa kæru samtakana 78 og þeirri atburðarás sem nú komin að stað vegna hennar. Ég vil þakka öllu þeim sem hlýddu. Þið hjálpið mér rosalega mikið með því að læka og deila. Ef þið viljið fylgjast með mér að jafnaði, þá hvet ég ykkur til þess að subscriba eða gerast áskrifundur hjá mér af rásinni minni á YouTube, Rumble eða X. Munum eitt sumul. Ef við hættum að geta lýst hlutlægum raunveruleika, þá getum við ekki staðið vörð áunnin réttindi okkar. Góða stundir.